Jæja, þá er komin að 5. kaflanum í bókinni sem fjallar bændasamfélagið, en það er það samfélag sem við erum að fjalla á þessum í sögueyjunni á þessum tíma sem við erum að tala um. En í Evrópu, eins og á Íslandi, var stéttaskipting. Hún var mjög rótgróin í Evrópu og einnig á Íslandi. Og hún var eins og þessi þríhyrningur sínur. Efst á þríhyrningum eru landeigendur, það er að segja þeir sem eiga jarðirnar. Næst eru leiguliðar, það er að segja þeir sem leigðu jarðirnar af landeigendum og borguðu þeim einhverja leigu fyrir, en þetta voru sjálfstæðir bændur. Þetta var fólk sem bjó saman, þetta voru hjón sem máttu eiga börn. En þegar var komin í þetta hólf hérna í píramídanum, það sem vinnufólk. Vinnufólk mátti ekki giftast. Þú varst að vera bóndi til að mega giftast, þannig að vinnufólk varð að passa sig að búa ekki til börn því að þau gátu ekki framfleytt þeim og þurftu að þessna láta þau frá sér. Og lægstir af öllum voru ómagar og flakkarar sem ekki voru í vinnu hjá bændunum, vel að merkja. Vistarbandi sem var kallað, voru lög um það. Vistarbandi er nafn á lögum það að allir sem ekki voru bændur áttu að vera í vinnu hjá bændum. Þeir máttu ekki vinna sjálfur, sjálfstætt, til dæmis flytja og við sjávarsíðuna og búa þar í þorpum. Og þetta var allt saman rígbundið. Ef pabbiðinn var bóndi, varst þú bóndi sjálfur. Ef pabbiðinn var leiguliði, þá varstu líka leiguliði. Og ef svo vildi til að vinnufólk bjó til barn, þá varð barnið líka í þessum flokki hérna. Og jarðirnar voru langflestar í eigu bændahöfðingja, kirkju og konungs. Og ef við horfum á þessar tvær myndir, þetta er 1700, þá átti kóngurinn 15% muniði eftir síðaskipti, þá fékk kóngurinn jarðir biskupsdamanna og kirkjunar. Kirkjan átti ennþá 33%, helmingi meira en kóngurinn, en hafði átt miklu meira áður, og það sem bændurnir áttu voru 52% af öllum jörðum. Og það skiptist þannig að einkaeign bænda er 5%, það sem bændur bjuggu sjálfir, bændahöfðingjar, en þeir sem leigðu landið, þeir áttu ekki landið, það er 95%. Þess að 90 nánast allir bændur á Íslandi voru leiguliðar, einhverjar höfðingjar sem áttu stærri jarðir. Og þessi yfirstétt landeigundurnir, þeir pössuðu vel upp á sig. Þeir giftu dætur sínar sonum annarra höfðingja, svo jarðirnar skiptust síður upp í litlar einingar. Og bændahöfðingjarnir, þeir gátu mennta syni sína og gert það á lögmönnum eða prestum, sýslumönnum eða biskupum. Og þessi yfirstétt bændahöfðingja, hún stjórnaði landinu og hún passaði upp á það að ekkert breyttist. Að allt yrði áfram eins og það hafði verið. Það voru þeirra hagsmunir. Þess vegna vildu þeir hvorki liðka til fyrir neinu innanlands eða heldur að taka á móti því þegar að Danir vildu kannski breyta einhverju hérna og Íslendingum til hagsbóta. Nú, atvinnufrelsi, frelsi til að vinna við það sem maður vildi, var ekkert á Íslandi fyrr á öldum. Vistarbandið, þessi lög um það, allir áttu sem ekki áttu jörð, yrðu að vera í vinnu hjá bændum eða vera vinnumenn eða vinnukonur hjá bændum. Það var við lýði mjög lengi og þetta var 1/3 hluti landsmanna. Þetta fólk átti í rauninni líklega enga möguleika á því að eignast fjölskyldur og í rauninni að lifa sómasamlegu lífi. Hrepparnir, sem við þekkjum, Mosfellshreppur eða Kjalarneshreppur eða Reykjavík árum áður, voru búnir til þess að hjálpa til ef einhver áföll. Þetta eru svona almannatryggingar þeirra tíma. Ef það brann hjá einhverjum þá komu þeir sem bjuggu í hreppnum til þess að hjálpa honum. Hreppurinn sá það að smala afréttina, sækja kindurnar upp á fjöll. Og líka þegar að fólk gat ekki lengur framfleytt sér, voru orðnir ómagar, gátu ekki unnið, þannig að þeir fengju mat, til dæmis lítil börn.
eða börn í fjölskyldu sem fóru á hreppinn, þá voru það leystar upp og þessir ómagar, þeir voru boðnir upp og sendir til þeirra sem buðu best. Og hvað ætli það sé að bjóða best í ómaga? Jú, það að taka hann að sér fyrir lægsta peningin sem hreppurinn, þannig að hreppurinn þurfti að borga sem minnst fyrir þetta en ekki mest. Ef það þurfti að bjóða nonnan litla upp, af því að þau vildu nú ekki að barnið myndi deyja hungri, þá var kallað til fundar á hreppnum og spurt, hver býður best í að nonna litla? Og Jón á Bala, hann sagði, ég skal hafa hann hjá mér fyrir 100 krónur á ári. En Siggi í Króki, hann sagði, ég skal hafa hann hjá mér fyrir 50 krónur á ári. Og þangað fór hann. Og þetta var ekki alltaf góð vist, og síðan voru flakkarar og ómagar og flakkarar sem eru hérna sem flökkuðu landið. Það var alltaf eitthvað að því þó það væri bannað. Nú, ef við kíkjum restina, þá erum við að spá í fólksfjöldan, það vont veður sem kemur, það eru eldgos, drepsóttir og lækningar eru komnar mjög stutt. Þannig að það skýrir það hvernig Íslendingu fjölgar ekki. En að lokum hérna eitt svona sögulegt, ekki ég getum maður sagt slys, en svona sögulegt fyrirbæri, það Tyrkjaránið. En upp úr 1600 fóru Tyrkir eða ottómanar að stunda sjórán í Evrópu. Þeir fara og ræna fólki og selja í þrældóm. Og þeir voru ekki bara að leita verðmætum, heldur líka þrælum. Og við skulum gæta því að langt fram á 19. öld eru þrælar seldir frá Evrópumenn sækja þræla til Afríku og selja þá til Bandaríkjanna til dæmis, þannig að við þurfum ekkert að, þetta er ekkert skrítið. Og 1627 komu alsískir sjóræningjar til Íslands, Grindavíkur, Vestmannaeyja og Austurlands og þeir drápu 40 Íslendinga og rændu 38 föngum sem voru fluttir til Alsír og boðnir þar upp sem þrælar. Og þá ljátum við þessu lokið núna.